tómið og ég finn ekki einn hópinn. Ég veit að þið þurfið að útskýra eitthvað einhverju. Komið í kennslustofuna, ég verð þar. Hvað er María? Stelpur, já. Hafið þið séð hóp 3 í taugasálfræði? Nei. Þeir eru bara horfin. Þeir eru alveg horfin. Ég veit ekkert um þau. Góðan dag. Hæ, Bergfræð. Á ég að leggja í sófana? Nei, þetta er nóg. Ég ætla bara aðeins að kynna fyrir þig hvernig ég vinn ég venjulega rukka svona það byrjum 500 krónur fyrir fyrstu 5 mínúturnar. Ok. Og síðan bara 100 kallar mínúti eftir það. Ok. Hvernig hljómar það? Það er bara rosalega vel, ég held að þetta var svo dýrt, ok, það Já. er bara frábært. Nei, það er ekki bara dýrt. En það er það er mjög ótrúlegt að fara alveg upp í 5 mínútur, sko. Ég vil hljóðlega það. Ha, ok. Ertu tilbúin? Tilbúin. Þú mátt að byrja? Hvað er það? Já, ég er bara komin inn þetta því ég er svo hrædd, ég er með svona stanslaus ótta að einhver sé að grafa mig lifandi í kassa. Og ég bara hrædd allt sem tengist kassa, ég er hrædd við skápa, ég er hrædd við að fara inn í ég fer bara hrædd að hugsa mig. Hefur þú lent í því að vera grafin í kassa? Nei, það hefur aldrei gerst, en þetta var óttinn, hugsanirnar kvenleg. Ok, þannig að þú ert að segja mér úr sett með innlokunarkennd. Já, eiginlega. Meðferðin hjá mér er tiltölulega einföld. Ok. Ég venjulega bara hjálpa skjólstæðingunum mínum með 2 einföldum orðum. Ok, að ég skrifa niður? Nei, þetta er ekkert flókið, sko. Ok. Ertu búin? Já. Sko, það sem þú þarft að gera er að hætta þessu. Ha? Hvað meinarðu? Hætta þessu. En ég get ekki hægt að hugsa bara, þetta er bara stanslaus ótti. Ég meina, byrjaði bara þegar ég var ung, skilurðu. Ég bara hef alltaf verið hrædd við kassa bara frá því að ég eignaðist minn fyrsta bíl þegar ég var lítil. Leikvangabíl. Hversu mikið af fólki þarf að koma hérna inn og segja alltaf sama ruglið. Þetta er ekkert það flókið. Langar þér að vera hrædd við að vera grafin í kassa? Nei. Þá hættirðu þessu. En ég meina, þetta háð mér allt mitt líf frá barnæsku. Já. Ég get ekki Það er ekki gaman að losna við það. Jú. Þá hættirðu. Ok. Eitthvað meira? Við erum alveg smá tíma eftir. Já, ég meina, ég er náttúrulega búin að vera kastra svo mikið upp, ég hef mikið áráttu að reyna að brennast og ég bara... Þá hættirðu þig líka. En ég meina, mamma var alltaf að segja mér að ég var eitthvað feit. Já, við þurfum ekkert út það. Bara hættu þessu. Ok. Já, síðan er náttúrulega eitt, ég byrjaði að þvó mér alveg óstjórnlega mikið hendurnar. Það er ekkert að því. Það er bara mjög skynsamlegt. Ok, veistu það, að mér finnst þetta bara skrítið sálfræðingarferð. Mér finnst ég bara ekki vera að fá neitt út úr þessu, mér finnst ég bara lélegur sálfræðingur. Já, ok. Þú veit kannski þá eitthvað aðeins dýpar. Ég þarf eitthvað betri hjálp, ég meina, mér líður ömurlega. Ég get náttúrulega boðið upp á alltaf 9 orða sálfræðingarferð. Ok, er það eitthvað betra? Ég sumum finnst ég hjálpa. Ok, og ég skrifa þetta niður eða? Já, ég held að geta alveg meðtekið þetta. Ok. Ok, ertu tilbúin? Hættu þessu, eða ég gref þig í kassa. Þú séð þetta fólk? Nei. Alveg viss? Já. Takk. Sæl. Sæl. Veldur hérna eina af þessum 3 séðklípum og lest hana svo bara vel og vandlega yfir. Já, gjör svo vel.
Tjóðlega er ég að fara að rústa þessari síðaklípu. Veitu, þú ert að vinna sem sálfræðingur í litlu sjávarþorpi út á landi. Til þín kemur sóknaprestur úr þorpinu og tjáir að hann sé farin að efast trú sína. Ásamt því að hafa líklega barnað dóttur skólastjórans sem er bróðir frænda konunnar hans, sem er móðir stelpunnar. Býtu, Þetta hlýtur að vera eitthvað grín. Eftir að presturinn komst að því að dóttir skólastjórans væri þunguð, hefur hann verið að gæla við að leiðrétta kyn sitt þar sem hann upplýði sig sem samkynhneigða konu og gæti því gegnt móðurhlutverkinu betur en föðurhlutverkinu. Guð minn almáttur. Ok, ég skil ekkert í þessu. Eru þið að fokka eitthvað í mér eða? Shit, hvað ég dró ranga siðaklípu maður. Sko, ég myndi bara hafa samband við siðanefnd. Djúlsins drastlur. Skeið ég alveg góðan daginn. Það er próf í dag. 1,5 mínútu, ekki meira en nóg. Ef ég hendi þríhyrning út glugga á bíl og bíllinn er að keyra á 20 km hraða og orkuflutningur er eitthvað sem er til, hversu margar bollakökur getur Páll keypt með einni mennskri sál? A. Austur, C. Tunglið, C. Bæði A og B, D. 3 kettir. Búin að lesa alveg sjúklega mikið fyrir þetta próf, sko. Það hlýtur að ganga betur í þetta skiptið. Já, þetta hlýtur náttúrulega að vera, ég menn þetta var svo ógeðslega erfitt síðast, þú veist. Ég ákvað bara að glósa kaflan 3 núna, þú veist, ég glósa hann bara 2 síðast, þannig að ég vona þetta bara, þetta hlýtur bara að vera það. Það ekki? Herra, við getum þetta núna. Nú mössum við þetta. Jæja, ekki allir tilbúnir að taka eitt próf í viðbót? Það er próf númer 2. Og já, á ekki bara að dreifa þessu? Ok, nú get ég þetta. Ef að 4 hundar eru á gangi og gangurinn er gulur og grunnskeið er 5, hversu marga álfa þarf til að fljúga 3 til Mars og tilbaka? A. Grænn, B. Frakkland, F. Nei, D. Bæði B og F en ekki C og D. Fokk. Þetta sjá þig. Sömuleiðis. Hvernig líður þér í dag? Getur aðeins sagt mér frá svona þess að þú ert komin til mín? Já, mér er bara einhvern veginn ekkert búið að líða allt og vel undanfarið, bara svona undanfarna vikur. Þetta er bara svona, já, þetta er búið að vera frekar bara erfitt svona tímabil einhvern veginn og... Ok, nú er komið að þessu. Ok, ég þarf einhvern veginn að hjálpa þessari konu. Hún er komin enn til mín. Veitu, hvað var það aftur sem að Linda bara var alltaf að tala um í samskiptaráðgjöf var svo gott að gera við öllu? Ok, já. Ok, spegla, já alveg rétt, spegla, það er málið. Ok, ég spegla bara, ok, ég spegla hana. Þú veist, er það alveg ráðþrota? Hvernig líður þér núna? Það er bara miklu betur. Er það ekki? Hópur 3! Hópur 3 taugasálfræði! Við höldum áfram með rannsókn Möller og félaga á 2003. Þess að sjáum við byrja á grunnskeiði, halda áfram á B-skeið, aftur og endum Nei, þetta er eitthvað vitlaust þar. Þetta á auðvitað að vera A og B. Það er enginn að leiðrétta með Svona. A, B, A, B. Þetta krakkar mínir. Svo sjá uppi
Niðri, uppi og niðri. Þetta bara fullkomið vendisnið. Húf. Was it as good for you as it was for me? Hæ, elskan. Hæ! Hæ. Gera eitthvað gott. Já. Hvernig gekk í dag? Heyrðu, það gekk bara ágætlega. Bara búin að vera föstu viðtölum í allan dag. Já. 5 skjólstæðingar. Já. En þú, hvernig var vinnunni? Heyrðu, þetta er bara býsna gaman. Já. Strákarna eru komið með hérna nýju verkefni. Það er rosalega, það er mikið að gera. Já. Upptekin. Það var svolítið mikið að gera í dag. Geturðu sagt mér eitthvað meira um það? Já, verkefnið, já, hérna, sko það strákarna að pæla aðeins að hérna forrita hérna nýtt kerfi. Já. Það er svolítið með svona nýjan flavor. Já. Það er ekki, en það er svolítið mikið, ég veit ekki alveg, þú veist, það er alltaf þessi mörgum, þú veist, svolítið álæg og þú veist, er ekki alveg ákveðin að fjalla að fara í með þess. Já, það er mjög skiljanlegt að það sé svolítið stressandi, mikið álag og svona, en getur þú svona, hverju var hugsunan það einar þegar þetta var í gangi? Hugsun? Ég veit ekki hvað er að hugsa. Nei, ef þú svona lokar augunum að reyna að setja sjálfan því í þessa stöðu, getur þú svona eitthvað sagt um hvað varst að hugsa? Já, ég bara... Ok. Loka augun? Já. Hvað er að þér í dag? Ok. Ertu svolítið pirraður? Ég er að vera það, já. Já. Af hverju heldur það sé? Gott var að koma upp í rúm. Ótrúlega þreyttur. Já. Getur eitthvað lýst því aðeins betur fyrir mig? Bara þreyttur. Já, hún er þreyttur. Já. Bara að langur dagur. Já. Þannig að taka saman þá líður vel upp í rúmi, en þú ert svolítið þreyttur af því það er búið að vera langur dagur. Hvað ertu að bulla? Nei. Fara að sofa, sko. Já. En núna þegar þú lokar augunum. Góða nótt. Ég veit ekki hver við vera. Nei. Það er skiljanlega mikið vandamál. Já. Já. Og hvað ertu svona að hugsa akkurat núna? Ég er bara að hugsa, þú veist, bara hvað myndi virka, þú veist. Já. Geturðu útskýrt það aðeins betur? Já, bara, þú veist, hvort ég er heppin. Já. Þannig að þú vilt verða heppin í kvöld. Þannig að finnst þér þú þurfa karlmann til að svona líða vel með sjálfur þér? Ég meina, kona á mínum aldri, þú veist, bara, það er fullt af til dæmis kennurum í skólanum sem að eiga maka. Já. Og þau eru komin á aldur, sko. Einmitt. Heyrðu, ég var að spá, ég finna að þetta er svolítið vandamál fyrir þig. Ég var að spá hvort við ættum kannski aðeins að fara í gegnum þetta saman, reyna að finna út úr þessu. Ég var að spá að við myndum kannski bara fara í gegnum 5 þáttalíkanið. Ekki eiga sálfræðivini. Elskan, hvernig gengur? Gengur vel. Já. Hvað gengur í gegnum hugan þinn þegar þú situr þarna á klósettinu? Halló? Elskan? Láttu mig bara í friði. Já, ég heyri að þú sést svolítið pirraður núna. Elskan, komdu út, við skulum tala hans um þetta. Ég er að drulla, láttu mig í friði. Já, þú veist það leysir engan vanda að tala ekki um hann, sko. Það leysir eitthvað. Þetta er krakkar. Er ekki allir búin að lesa Wakefield? Besta vin minn fyrir daginn í dag. Sér að þið eru með þetta beljufæði, þetta er svona típiska fyrstannar gras, detox, drastlið. Allt er svo mín sé ekki bara búin að kaupa sér 10 tíma klippikort í Gló. Geggjað Gló, hverju hátti? Elsku brokkoli. Í lok annað verður þetta bara bæjarins besta og kók og síkó í hinni, sko. Herru, það er harmful dysfunction. Hvað sagði það? Richard. Báðir. Ég er í sáfæðinni í HR. Já, ok. Ég er hérna í country-náminni í HÍ. Já, ok. Þetta er líka að klára núna. Já, það er
Það var Pétur. Já, hann er ekki búinn að... Nei. Hæ, Hæ. velkomin í starfsnám. Takk. Gangi í bæinn. Takk. Heyrðu, þetta er sem sagt nema aðstæðan, þannig að hér getur þið komið með skjólstýringa og tekið viðtölun ykkar. En hérna, ég þarf að þjóta, þannig að hérna, eru þið ekki alveg með öll prófin og svona á hreinu? Jú, við Já. erum búin að fá mjög góða Já, kennslu í HÍ. Baileys og Visk og... Já, það er Já. ekkert mál sko, við erum búin að fá mjög mikla kennslu í því. Já, ok, frábært. Já. Og þið eru alveg með á hreinu, þú veist, hvaða próf eru fyrir börn og hvaða próf eru fyrir fullorðna? Já. Svona aldurinn og svona? Já, það er ekkert mál sko. Ok, snilt. Og þið eru ég er búin að bóka skjólstæðinga á ykkur, Mm. þannig að þið bara byrjið í dag. Ok, frábært. Þannig að þið bara tilbúin í leggið það. fyrir viðeigandi próf og... Ok. Já. Heyrðu, gangi ykkur vel. Takk. Jæja, sæll. Hvernig hefur þú það í dag? Bara allt í lagi. Allt í lagi? Já. Og þú komst hingað með mömmu þína, ekki? Jú. Já. Hvernig fannst þér að koma hingað í dag? Ekki gaman. Ekki gaman? Nei, það getur alltaf stundum vera svolítið erfitt og svona en þú ert svolítið hressand, það er gott að sjá. Þú ert brosandi allavega. Já. Við ætlum að gera í dag svolítið nokkra hlutir hér. Það er ekkert sem það hafa áhyggjur fyrir eða svona, en þú bara spyrir að þú skilt ekki eitthvað. Þú ætla að fara í gegnum ýmis hlutir. Ok, þú ert tilbúin. Herru, fyrst ætlum við aðeins að skoða, ég ætla að ná í fótinn hérna. Ég ætla að byrja með viski. Og þetta er viski. Þetta er svona smá erfitt kannski, en þú bara segir eftir það að taka pásu eða líði illa. Þetta er svona, ég skal líka fá einu. Svona, þá bara byrjum við. Hefur eitthvað spurningar? Já. Er þetta áfengt? Svona, bara fín. Skál. Jæja, þetta gekk nú bara ágætlega vel. Ég er bara mjög hissa. Kláraði allan viski. Næstu því. Flott hjá þér. Hvernig fannst þér ganga sjálf? Bara vel. Já, þetta ressast smá allavega, það er flott. Herðu, svo ætlum við bara að halda áfram þetta til í það. Ok, flott. Herðu, ég var að hugsa, ég ætla bara að ná í næsta. Þetta er sem sagt mask og svona pröfa þetta. Svona, já. Herðu, flott. Ekki vera svona, já. Alltaf bara vera svona. Hvernig leist þér að þetta? Bara vel. Já, ekki bara finna strax mun. Flott. Jæja, hefurðu ennþá orku til að halda áfram smá? Við höfum nú alveg smá tíma. Það er gott að geta klára allt í dag. Þetta gengur rosalega vel hjá þér. Flott. Herru, næsta þú bara færðir þér vandar. Herru, þetta er bara svona sem við leggjum oft fyrir fólk sem koma hingað. Leggja hann hérna fyrir. Svona. Þetta er hár. Þetta er þess að bags. Stundum getur mann nota þetta til að meta svolítið líðan. Eftir þennan áttu þú finna fyrir svona tilfinningarna sem er þarna djúpt inni hjá þér einhver stað. Þetta hjálpar að fá það út. Svo ég bara skella í því. Svo. Gerð svo vel. Jæja, herru. Þetta gengur nú bara ljómandi vel hjá þér. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Hvað segir þið? Ég vil bara halda áfram.
Þetta tók svo stuttan tíma, það er rosalega duglegur. Kláraði allt. Herru, þá skulum við bara skella, ætla bara að ná í restina og bara skellum í það. Ertu til í það? Flott. Herru, annars leggjum fyrst þetta vasi. Hann helviti góður smá gatt. Yfirleitt erum við með 7 svoleiðis, gatt 7 heitir það. Og svo erum við með hérna Baileys. Þetta átti nú duga í dag. Hvað segir þið? Jæja, þetta geng ljómandi vel. Það er rosalega duglegur drengur og hérna smá slís. Það gekk annars bara mjög vel. Hæ, Eskan, hvernig líður þér? Þeir komuðu bara svo í næstu vík, byrjum reyndar. Er illt í maganum? Æi. Þegar ég glemdi hérna vipsi, ef við tökum það bara næst. Ok? Hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination.